Titillinn sjónarhorn vísar til þess að við erum bæði að skoða sjónarhorn samtímans á þennan menningararf okkar. Hvernig horfir samtímamaðurinn á þetta allt saman? Það ákveðin nálgun sem öðruvísi heldur en til dæmis hefðum við gert þessa sýningu fyrir 50 ára síðan eða eftir 50 ár. Það ákveðin tíska, getur við bara sagt, eða tíðarandi í því hvernig við horfum á menningararfinn. Við horfum þvert, við tengjum óháð því að fara kannski djúpt ofan í hlutina, þá erum við að spanna sviðið, skanna það sem er til. Förum grunnt og leikum okkur svolítið. Síðan það sjónarhorn þeirra sem bjuggu til verkin. Hvert eru þeir að horfa? Hvert eru þau að horfa? Hvert eru þær að horfa? Er þetta sjónarhornið upp, þar sem við erum að horfa á valdið, niður, þar sem við erum að horfa á landið undir fótum sínum, eða út, þar sem við erum að mæla heiminn, eða inn, þar sem við erum að skoða hugarfóstrið, eða það sem er í hjartastað. Svona leikum við okkur að því að skoða ólík sjónarhorn og setja hlutina fram í því samhengi. Og í þessum hluta sýningarinnar sjónarhorns þá erum við í sjónarhorninu upp, þar sem við erum að horfa á valdið fyrir ofan okkur, bæði veraldlegt og himneskt, og akkurat í þessu horni sjáum við svo gott dæmi það hvernig sýningin í rauninni sett upp í heildina, vegna þess að við erum með ólíka sýningagripi frá stofnunum 6 sem að vinna saman. Þeir eru hverju sinni áttunni, en þeir hverfast allir hugmyndir Maríu mey. Þannig að það annarkvort spurningum átrúnaðina á Maríu mey, eða það verður að vitna í Maríu í gegnum þjóðsögur eða í gegnum náttúruminni, og sem sagt í 20 ólíkum útfærslum sjáum við hvernig Maríu mey hefur birst okkur og hvernig listamenn hafa horft til hennar með ólíkum hætti, og svo getum við í samtímanum litið tilbaka og séð þessar ólíku útgáfur.